Blöðin. Gott mál. Fundur settur í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar þann 10. desember 2020 og þetta fundur númer 280. Mætt eru sá sem hér stendur Ásgrímur Ingólfsson, einnig Ásgerður Kristín Gylfadóttir, Björgvin Óskar Sigurjónsson, Kristján Sigurður Guðnason, Páll Róbert Matthíasson, Bryndín Hólmarsdóttir, Sæmundur Helgason, einnig bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir og starfsmaður fundarins Bryndís Bjarnason. Fyrir fundinum liggja 25 mál, þar af 4 fundargerðir bæjarráðs og 1 fundargerð bæjarstjórnar til kynningar. Einnig er hér fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 og 3 ára fjárhagsáætlun fyrir 2022 til 2024. Og þá taka við almenn mál og síðan skýrsla bæjarstjóra. En okkur ekki til setunar boðið og orðið laust fundargerð bæjarráðs 968. Það enginn sem gefur mig merki, þeir sem þá þeirri fundargerð samþykkir gjöra svoleiðis rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá fundargerð bæjarráðs númer 969. Orðið laust þá fundargerð. Hver sem vil taka til máls undir þeirri fundargerð 969 bæjarráð. Það ekki. Þeir sem eru henni þá samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þriðja mál á dagskrá bæjarráð Hornafjarðar 970. Orðið laust þá fundargerð. Það gefur engin merki þá fundargerð heldur. Þeir sem þá henni samþykkir gjöru svo rétt upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Fjórða mál á dagskrá bæjarráð Hornafjarðar 971. Það bæjarráð Hornafjarðar 971. Orðið laust þá fundargerð. Kristján Sigurður Guðnason, gjörðu svo vel. Forseti fundarmenn. Það er atvinnu- og menningarmálanefnd. Þarna, það var ýmislegt sem var rætt á þessum fundi. Meðal annars mikið atvinnuleysi eins og við vitum öll af og tölur sem við höfum kannski aldrei séð áður. En horfin vonandi til betri vegar með þegar við sjáum fram á að bólusetning einhvers staðar innan seilingar. En sveitarfélagið hefur, það var rætt þarna að forstöðumenn myndu athuga hvort að þeir sem væru atvinnuleysir, hvort við getum fundið einhver störf fyrir þá. Vinnumálastofnun borgar sem sagt með hverjum starfsmanni og það að forstöðumenn voru beðnir að athuga hvort að þeir hefðu einhver verkefni þannig að við getum komið eitthvað af þessu fólki sem hefðu áhuga í vinnu. En fyrst þarf að greina og það Vinnumálastofnun sem greinir hverjir eru atvinnulausir þannig að það sé hægt að para við þau störf sem að hugsanlega eru svo í boði. Það hefur, finnst mér, tekið töluvert langan tíma að greina og ég veit ekki til að það sé búið að greina þetta ennþá og ég er mest hræddur að það verði allt komið á full sving þegar loksins verður búið að greina. Þannig að atvinnu ástandi verði orðið gott. Þannig að ég beini svona spurningu til bæjarstjóra hvort að hún viti eitthvað meira hvort að ég veit að það hefur verið þrýst á þetta og hvort það sé eitthvað komið út úr þessu. Þarna var líka verið að ræða skal ég segja ykkur könnun sem var gerð 2019 meðal ferðamanna og við komum nú ekkert sérstaklega vel út úr öllu þar.
það var talað að það vantaði afþreyingu hér í þéttbýlinu og við þurfum að girða okkur þar. Og við erum nú kannski svolítið að stíga það skref með því að framkvæma í Miklagarði og ætlum okkur að koma þar á sýningum og lífga það hús við. Við ætlum að auglýsa líka þau helminginn af bílónum þar fyrir þá sem eru og hafa áhuga á að vera með einhverja starfsemi. Það verður náttúrulega skilyrt, þannig að við ætlum ekki að fara að leigja þetta út fyrir geymslur eða annað slíkt. Og mér finnst mjög mikilvægt að við höldum þessari vinnu áfram. Það er oft svona, það er sett fram einhver markmið og við ætlum okkur þetta og þetta mörgum árum og síðan stöðvast það einhvers staðar í ferlinu. Mér finnst mjög mikilvægt þarna og við þurfum sannarlega á því að halda að við klárum þetta verk. Og ég sé fyrir mér 2022 að það ætti að vera komið eitthvað á stað í Miklagarði. Og það er raunhæfur möguleiki. Þannig að ég treysti því að við höldum þessu áfram og við sjáum það í fjárhagsáætlun að það er í þetta lagður peningur áfram. En það er eitt líka sem mér langar að tala um hérna, það er Svavarsafnið. Það sem við erum hér í, glæsilegur salur og oft mjög flottar sýningar og yfirleitt mjög flottar sýningar. En við höfum svolítið rættu og það er komið nýr starfsmaður hérna, Auður Mikaelsdóttir og við rættum við hann á fundinum. En það sem mér finnst með þennan sýningarsal og þetta, hann opnar klukkan 9 á morgnana. Hann lokar klukkan 3 á daginn og hann er lokaður í hádeginu. Mér finnst þetta ekki nógu gott og við höfum svo sem rætt þetta áður. Og ég held við ættum að skoða og það komi fram svona einhverjar hugmyndir þarna, hvort það væri hægt að hafa opið hérna austanmegin, hafa opið lengur og síðan hef ég aðeins rættið hana meira og við rættum til dæmis saman áðan það hvort að hún gæti fært sig og verið með aðsetur hér í Ásturstofu hérna frammi. Þannig að hún gæti verið svona þegar að fólk kæmi hér inn, þá gæti hún verið hér til skrafs og ráðagerða við þá sem að mundu detta hér inn. En ég er alveg klár á því að við getum gert meira með Svavarsafnið og þennan flotta sal. Þakka fyrir þetta, Kristján. Orðið er laust fundargerð bæjarráðs 971. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla svona bara aðeins að koma inn á þessa fyrirspurn sem að Kristján beindi til mín og það kannski varðar einna helst atvinnumálin og það að greina stöðu atvinnulausra í sveitarfélaginu. Og ég kynni ekki að því beint eða okkar starfsfólk en þó höfum við verið að setja púður í að greina allavega þá starfsmenn sem eru af erlendum uppruna í samstarfi við Vinnumálastofnun. En ég hef sent beiðni til forstöðumanna að greina hjá sér hvort að það sé einhver verkefni sem hægt að vinna í þessu verkefni, þar að segja í samstarfi við Vinnumálastofnun þar sem við getum ráðið inn starfsfólk á fullum styrk og sú greiningarvinna hjá forstöðumönnum bara í gangi og ég hef nú þegar fengið einhver svör frá þeim, svona sambærilegt og við gerðum í vor þegar við settum af stað öflugt sumarverkefni með þeim sumarstarfsmönnum sem vildu starfa hér hjá sveitarfélaginu. Þannig að þar er einn möguleiki. Síðan sá ég á heimasíðu Vinnumálastofnunar þeir eru að setja á laggirnar einhvers konar verkefni tengt nýsköpun og þar er verið að reyna að hvetja einstaklinga til þess að koma sínum hugmyndum á framfæri með einhvers konar samstarfi við Vinnumálastofnun þannig að þeir geta haft laun af sínu starfi og komið á koppinn einhverju verkefni sem þeir hafa hug á að koma í eitthvað ferli með stuðningi. Þannig að það er annað, þannig að það er ýmislegt í gangi sem við bara vonum að við getum nýtt núna á næstunni og ég veit að það verða hér atvinnuleysistölur háar fram eftir ári, næsta ári. Það er bara nokkuð víst að svo verði en við skulum vona að með sumrinu þá fara nú aðeins að letta til og við fáum hérna fleiri ferðamenn og fleiri verkefni fyrir starfsfólk sem hefur áhuga á að
halda uppi hér háu atvinnustigi. Fleira var það ekki. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust þessa fundargerð. Gjörðu svo vel, Páll Róbert. Forseti og ágættu fundamenn. Má ekki stendst að búti við það. Kristján var að minnast hérna áðan með framtíðarsýnina í Miklagarð og það held ég veit ekki annað en að það sé bara einhugur hjá öllum flokkum að halda þessu starfi áfram. Það eru markaðar í 3 ára áætlun einhverjar 100 milljónir til þess að byggja húsið upp og atvinnu- og menningarmálanefnd er búin að koma sér saman það hvernig við viljum svona sirka hafa hlutina. Það bil helmingurinn á húsinu á að vera þá safn sem er tengt náttúrulega atvinnusögu staðarins sem að blasir við. Þetta er náttúrulega mjög fallegt og sögufrægt hús og við gætum örugglega dregið fullt af fólki þarna inn ef við bjóðum upp á skemmtilega hluti þarna sem að ég held að allir séu sammála að gera. Hinn helmingurinn er hugsaður fyrir einhvers konar starfsemi, væntanlega menningartengda og ég held að við getum bara verið bjartsýn með það að núverandi og næstu meirihluta þeir halda áfram að styrkja þetta og klára þetta dæmi. Það er löngu komið tími til þess og þetta er orðið friðað fyrir þó nokkuð síðan. Þannig að ég held að við bara vonum það besta fyrir Miklagarð. Annað var það ekki. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er ennþá laust fundargerð bæjarráðs 971. Það er ekki fleiri sem gefa mér merki. Þeir sem þá henni samþykju gera svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Hér er til kynningar fundargerð bæjarstjórnar 279 er eitthvað sem vill taka til máls undir þau. Þeirri fundargerð. Það er engin sem gefur mér merki þar. Næstu 2 mál eða 7. og 7. liður, það er annars vegar fjárhagsáætlun 2021 og 3 ára fjárhagsáætlun fyrir 2022-2024. Matthildur ætlar að fara með það mál. Gjörðu svo Matthildur. Forseti og fundarmenn. Ég ætlaði hér að gera grein fyrir fjárhagsáætlun næstu ára en það voru engar breytingar gerðar á fjárhagsáætluninni milli umræðna og eru því helstu niðurstöður áætlunina fyrir A og B hluta eftirfarandi. Rekstraniðurstaðan er 54,5 milljónir króna, skuldir og skuldbindingar 2.391 milljónir króna, veltufé frá rekstri er 347,8 milljónir króna og ný lántaka 550 milljónir króna og afborganir langtímalána 86,3 milljónir króna og handbært fé í árslok 17,8 milljónir króna. Það er þá fyrir árið 2021 fyrir A og B hluta. Skuldir og skuldbindingar í hlutfalli af tekjum 83,8% og fjárfestingaráætlun næsta árs hljóðar upp á 800 milljónir króna og helstu framkvæmdir þar eru þá bygging nýs hjúkrunarheimilis, endurbætur í Sindrabæ, breytingar hluta Hrollaugsstaða í íbúðir til útleigu, endurbætur á Hafnabrautinni og Miklagarðinu sem áður var nefnt og ýmislegt fleira. Mig langar að nota tækifæri og þakka starfsmönnum fyrir þeirra framlag við gerð fjárhagsáætlunar og einnig bæjarfulltrúum fyrir þeirra aðkomu. Ég held að við getum gengið nokkuð sátt frá borði í ljósi krefjandi aðstæðna og þökkum það góðan rekstur sveitarfélagsins á undanförnum árum. Bjartari tímar eru jú framundan þegar bólusetningar hefjast og mun Ísland áfram verða eftirsóknarverður áfangastaður ferðamanna. Það er í handvísu. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er þá laust þessa 2 liði, annars vegar fjárhagsáætlun 2021 og 3 ára áætlun 2022-2024. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Matthildur er að fara hér yfir helstu tölur og ég vil taka undir þakkir hennar til
starfsmanna sveitarfélagsins og bæjarfulltrúa fyrir vinnu að þessari fjárhagsáætlun og 3 ára áætluninni. Þetta er búið að vera púsluspil, mikil vinna, og eins og kom fram í síðustu umræðu á síðasta fundi að þá lögðum við upp með nokkrar sviðsmyndir til þess að í rauninni greina hvaða leið væri rétt að fara, og það var óskað eftir einni sviðsmynd þar sem að við í rauninni færum ekki neina lántökur, sem að sýnda okkur það að án lántaka þá gæti sveitarfélagi farið í framkvæmdir upp á eitthvað 260 milljónir, sem að er sumstaðar það sem er verið að vinna með í sumum sveitarfélögum, en við myndum ekki komast langt með þá þætti sem að í rauninni hafa verið í undirbúningi og eru bara í farvegin og þegar, sko, það myndi ekki bætast nýtt við fyrir þann pening. Eins og komið fram í máli bæjarstjóra þá er framkvæmdaáætlunin upp á 800 milljónir og er á svipuðu róli og hefur verið síðustu ár. En mér langar hérna að leggja fram tillögu að bókun sem að ég hef vonað að bæjarstjórn geri að sinni og hef ekki fengið athugasemdir við, þá hafa borist bæjarfulltrúum seint, en það getur vel verið að það er einhverjar breytingar hér á, en það sem að ég lagði fram og ætla að fá leyfi forseta að lesa upp hér hljómar þannig: Bæjarstjórn Hornafjarðar samþykkir í dag fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 þar sem staðið er vörð starfsemi og þjónustu sveitarfélagsins, auk þess sem lagt er upp með metnaðarfulla framkvæmdaáætlun þrátt fyrir efnahagslegar þrengingar vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Það er ljóst að góð staða sveitarfélagsins og traustur rekstur gerir okkur kleift að halda sjó með þeim hætti sem stefnt er að. Óvissa hefur verið mikil varðandi tekjur sveitarfélagsins og þróun þeirra síðustu mánuði. Gjöld hafa aukist og ljóst er að krafa er enn meiri útgjöld en orðið er við að svo stöddu. Starfsmenn hafa staðið sig vel í því að rýna rekstur og er gerð krafa áframhaldandi aðhald á meðan við erum að komast í gegnum faraldurinn. Bæjarráð og bæjarstjórn muni hér eftir sem hingað til þurfa að vakta reksturinn vel á komandi mánuðum, en við höfum trú á því að með því að halda úti fjölbreyttri og öflugri framkvæmdaáætlun sé stutt við atvinnusköpun í sveitarfélaginu og að atvinnulífið með ferðaþjónustuna í broddi fylkingar muni taka vel við sér á vormánuðum ef vel gengur í baráttunni við heimsfaraldurinn. Hér lýkur þessari tillögu bókun, en ég vil bara ítreka það sem hefur komið fram í fyrri umræðu að það er tekið tillit til aukningar í rekstri í félagsþjónustunni og í grunnskólanum. Það er verið að breyta náttúrulega sem við förum í seinna í dagskránni í styttingu vinnuviku og það er ekki aukinn kostnaður í dagvinnu þarum, en vaktavinnu fólk að það er ennþá og eftir að klára það útfærslu og eðli vinnuna samkvæmt þá getur verið að það muni kosta okkur eitthvað aukalega. Það hefur verið óskir að bæta í öðrum þáttum hjá sveitarfélaginu, öðru en félagsþjónustu og grunnskólanum, en það var ekki orðið við því í þessari fjárhagsáætlun, en við teljum að samt sem áður að þá séum við að halda úti þeirri þjónustu sem hefur verið, en við náttúrulega eins og kemur fram hérna, óvissan er mikil og við erum að vakta þetta dag frá degi. Það er ennþá að hafa útsvarstekjur svona haldið nokkurn veginn við áætlanir eða allavega við árið 2019, en við vitum að þegar að hlutabótaleit fyrir að detta út og annars slíkt að þá munu útsvarstekjur lækka og þá getur tekið í reksturinn. Þannig að við erum tilbúin til þess að í rauninni breyta fjárhagsáætlun með viðaukum ef þarf að minnka framkvæmdir eða annars slíkt að þá þurfum við að gera það, og líka ef að betur gengur að þá tökum við auðvitað tillit til þess einnig í reksturinn. En þetta við getum verið stolt af þessari fjárhagsáætlun því að við erum að halda vel í og leggja til að við samþykkjum þessum að bæjarstjóri hérna lagði fram fjárhagsáætlun 2021 og 3 ára áætlun. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust. Allt, gjörðu svo vel. Já, sami maðurinn. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, nú erum við að fjalla fjárhagsáætlun fyrir næsta ár
og þetta er að mörgu leyti bara mjög metnaðarfull áætlun sem við erum að leggja fram hérna. Það er nú algjör einhugur þetta svo sem í öllum flokkum. Það er náttúrulega verið að reyna að halda upp í atvinnustiginu og þetta ár er náttúrulega búið að vera erfitt og við höfum náttúrulega tekjurnar hafa minnkað verulega. Það sem stendur eftir þegar að búið er að borga föstugjöldin, það er ansi lítið orðið núna, en sem betur fer þá hefur sveitarfélagið verið rekið mjög vel síðustu til margra ára og stendur gríðarlega vel og það er það sem kemur til með að fleyta okkur í gegnum þetta. Við þurfum að auka lántökur og skuldahlutfallið er að hækka en ég held að sé engin hætta á öðru heldur en að við verðum fljóta að ná því niður þegar að ástandi verður orðið eðlilegt aftur, því að við höfum fullt af tækifærum, við vitum það, og þegar við verðum laus við þessa veiru og ferðaþjónustan verður komin aftur á skrið, þá er ég bjartsýnn á að við verðum duglega að borga niður skuldir aftur og það þarf að muna eftir því þegar að því kemur. Það þarf náttúrulega að gera það sem fyrst, því að það er mjög gott að vera með litlar skuldir. En það er náttúrulega margar ástæður fyrir því að tekjur hafa dregið saman. Það er náttúrulega mikið atvinnuleysi og útvarpstekjur hafa dregið saman, jöfnunarsjóður hefur minnkað og ýmislegt fleira, ásamt því að kröfur hafa aukist og kostnaður hjá sveitarfélaginu er að aukast. Það eru nýju kjarasamningar og ýmislegt sem heldur áfram þó að tekjurnar sé að minnka, en ég held að það væri ósanngjarnt að fara að gagnrýna þessa fjárhagsáætlun eitthvað. Ég held að við séum bara öll sammála um að þetta sé gott upplegg og þess vegna styð ég hana. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er enn laust fjárhagsáætlun og 3 ára áætlun. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti, góðir fundarmenn. Ég vil byrja á að þakka öllum bæjarstarfsmönnum og kjörnum fulltrúum fyrir þá vinnu sem hefur verið lögð í þessa fjárhagsáætlun. Og það eru margir sem koma að vinnunni og það hefur reynt á þegar að svona árar að skrúfa saman fjárhagsáætlun. Því það tekur auðvitað verulega á að gæta bæði aðhalds í rekstri en í leiðinni að tryggja atvinnustig og skerða sem minnst þjónustu á sama tíma. En eins og við vitum vel þá var tekin svo ákvörðun að halda þjónustustínu, lækka gjöld að hluta, halda öðrum á sama stað, sorphirðugjaldið er hækkað, en fyrir því liggja málefnaleg rök að mínum mati og ég er ekki ósammála þeim tilfærslu. Og bæjarfulltrúi Ásgerður bar upp bókun hér áðan sem að skýrir þetta ágætlega og ég tek heils hugar undir hana. Það sem oftast er mest spennandi liður á þessum tímapunkti er að sjá framkvæmdaráætlunina sem nú liggur fyrir til samþykktar og hljóðar upp á 800 milljónir, eins og Matthildur bæjarstjóri sagði frá áðan. Og í ár er það nokkur atriði sem ég vil staldra við, þó svo ég legg ekki endilega til neina breytingu á þeim liðum, en ég hefði viljað koma fram með óskir það fyrr, þá eins og ég gerði á síðasta fundi með fráveituframkvæmdir og fékk líka ágætt viðbragð við þeirri ósk. En ég vil alveg áfram að við skoðum vel hvort ekki sé hægt að koma hreinsivirkjunni okkar sem er núna farið að virka, koma því í fulla vinna á næsta ári með því að tengja saman frá Leiðarhöfða og yfir í tenginguna við Ásgarð. En það sem ég langar að ræða er svo stefnubreyting sem þessi framkvæmdaáætlun boðar milli ára. Og stefnubreytingin er núna að það er gert ráð fyrir að fara verði í byggingu sporthallar við sundlaugina. Þar eru settar 5 milljónir í hönnunarvinnu á þessu verkefni núna 2021. Svo er áætlað að byggja fyrir 200 milljónir á kosningar árið 2022. Og þetta gleður mig enda tel ég að þetta sé svo leið sem á að fara, byggja við sundlaugina aðstöðu fyrir líkamsrækt og nýta þannig samleiðina á búningsklefum og þeirri góðu aðstöðu sem sundlaugin býður upp á. Og þetta gleður mig líka þeirri aðstöðu að núna erum við búin að koma málinu aftur á sama stað og við sem vorum fyrirhandi meirihluta gerðum fyrir nákvæmlega 4 árum síðan.
Það er eftirtektarvert að bera framkvæmdir áætlunar saman 2019 og 2020 að þegar í fyrra var þess hvergi getið að til stæði að byggja sporthöll sér og íþróttahús sér. En íþróttahús á að hefja byggingu á 2022-2023 ef áætlunin nær fram. Og það var nýr starfshópur sem tók til starfa eftir kosningar 2018 til þess að fjalla íþróttamannvirki og sá hópur skilaði af sér á síðasta ári og lagði til A. að byggja íþróttahús og B. að byggja sporthöll. Og nú er unnið að skipulagi á miðsvæðinni til þess að koma væntanlega byggingu fyrir og það er gott. En ég spyr hvað veldur þessari stefnubreytingu með sporthöll og íþróttahús? Og já, ég spyr það sem sagt. Og mér finnst að við þurfum kannski að ræða það aðeins. En ég er mjög ánægður að sjá þá vegferð sem er í gangi með Miklagarð sem bæjarfulltrúarnir Kristján og Páll Róbert töluðu hér undir lið 271 áðan. Og í fundargerð atvinnu- og menningarmálanefndar var lögð til aðgerðaráætlun sem mér finnst góð og í áætlun núna aukum við frekar í og mörkum 40 milljónir á næsta ári í að gera endurbætur á húsinu. Það voru settar 40 milljónir í ár og þar eru framkvæmdir eins og blasir við mér í fullum gangi. Og mér finnst þetta skynsamleg leið að endurbyggja húsið, gera það vatns- og vindelt, koma lögnum, brunakerfi, brunahólfum í húsið og þetta mun leiða að sér að nýju lífi verið blásið í þennan öldung sem er núna 101 árs gamall, ef ég skil þetta rétt. Og í fyrra stóðum við hér og hrósum happi við góðum rekstri sveitarfélagsins. Reksturinn gaf þá ágæta grunn fyrir kröftuga framkvæmdaráætlun. Við ætlum líkt og í fyrra að tefla fram kröftugri framkvæmdaráætlun núna. En það er ein veigamikil breyting núna á milli ára að framkvæmdaráætlun verður fjármögnuð með lántöku á stærstum hluta. Það mun hækka skuldahlutfall sveitarfélagsins svo munar og sendir óneitanlega reikninginn inn í framtíðina borga niður. Þetta er ákvörðun sem er ekki létt að taka en ég styð hana í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru varðandi COVID og áhrifa þeirra á tekjustofnum sveitarfélagsins. Það er mikilvægt að halda uppi atvinnustigi og við höfum bolmagn til þess. Í fyrra ræddum við hjúkrunarheimilið og þá fagnaði því að fyrirhugaður reikningur sveitarfélagsins sem hlutfall greiðslu við mannvirkið hafi þá lækkað úr 400 milljónum niður í 284 milljónir. Það er því súrt að nú hefur þessi reikningur aftur farið í gamla spori og verði væntanlega 400 milljónir, en það er eins og frummatsáætlun gerði ráð fyrir. Og að lokum þá langar mig að rifja upp óskina sem ég kom með fyrir akkurat árið síðan og árið þar að held ég líka og núna sitt ég bara upp rispaða plötu á grammafóninn. Ég vil að því verið komið til leiðar á okkur gjaldgreiðendum í sveitarfélaginu, hvort sem við erum að greiða leikskólagjöld, sundferð, mat í skólan, að það komi fram á gjaldseðlum hvað hlutirnir kosta og hver hlutur þessi er sem greiðir. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er laust fjárhagsáætlun 2021 og 3 ára áætlun 22 til 24 og bókunina og allt það sem hefur undan farið undir þessum lið. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, ég ætla svona bara að bregðast við þessari fyrirspurn frá Sæmundi hérna varðandi líkamsræktaraðstöðu og íþróttahús. Ég kom aðeins inn á þetta í grein sem ég skrifaði í Leiðarhöfða í haust sem að bara yfirskriftina stakkur sniðinn eftir vexti. Eins og svo sem hefur verið rætt og ritað í gegnum tíðina þá var sem sagt margar skoðanir komið fram varðandi þessi íþróttamál eða húsnæðismál varðandi íþróttir og margir orðnir óþrifufullir að sjá eitthvað gerist í þeim málum. En það var svo sem engin stefnubreyting sem átti sér stað nema bara
eins og Sæmundur kom inn á, þá átti að setja í forgang að setja íþróttahúsið í forgang og þar á eftir að byggja líkamsræktarstöðum. En í ljósi bara stöðunar í samfélaginu og þessu ástandi sem búið að vera núna í hátt í ár vegna COVID-19 heimsfaraldursins og þau neikvæð efnahagsáhrif sem að faraldurinn hefur haft á ríki og sveitarfélög, fyrirtæki og einstaklinga, þá ákváðum við að það væri kannski ekki réttlætanlegt að fara í fjárfestingu eða framkvæmdir upp á hátt í milljarð króna á þessum tímapunkti og fara frekar í minni framkvæmd sem að líkamsræktaraðstaðan vissulega er og það er sem ekki verið kostnaðarmetið nákvæmlega, en ég geti alveg vel trúið að það væri 4-falt eða 5-falt dýrara að fara í íþróttahús eins og til stóð í rauninni. Þannig að já, það er almálið, að fara í taka minni skref og fara í framkvæmdir sem eru sem sagt, já, minni og mannaflsfrekari og taka ekki sem sagt, langan tíma og dreifa þannig fjármunum betur. Og einnig hefur þetta betri sem sagt, áhrif á rekstrarstöðuna á sveitarfélaginu. Við erum að borga frekar háa leigu fyrir húsnæði sem að líkamsræktarstöðin er í dag og með þessari framkvæmd losnum við þær leigugreiðslur. Þannig að já, það var svona fyrst og fremst ástæðan fyrir að þessi svokallaða stefnubreyting var gerð. En eins og við komum fram þá er settur peningur í nýtt íþróttahús á þarnæsta ári. Hönnun hefjist á þarnæsta ári 2022 og vonandi framkvæmdir 2023 nema eitthvað stórkostlegt gerist. Og að lokum vil ég bara taka undir bókun Ásgerðar sem hún bar hérna fram. Tek heils hugar undir hana. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust fjárhagsáætlun 21 og 3 ára áætlun 22 og 24. Það er enginn sem gefur mér merki. Ég ætla aðeins að misnota aðstöðu mína hérna og bara taka undir allt það sem framan er komið. Við búum að þeirri sterku fjármálastjórn sem hefur verið í sveitarfélaginu undanfarin ár, ekki bara á þessu kjörtímabili, bara undanfarin ár. Og ég er sammála Páli Róberts með það og það ber að þakka það og ég er líka sammála Sæmundi að það er vont að vera að hækka skuldahlutfallið upp í 80% held ég og 60 eitthvað og það er ávísun fram í tíman, ég er sammála því. Og ég er líka sammála Björgvin að þetta sé skynsamlegt að rosalega jákvæður orðið. Að þetta er skynsamlegt að koma á jól, að fara úr íþróttahúsið í sportstöð. En hvað er það? Þannig að ég held að þetta sé alveg gott mál. En ég ætla að bera þetta þá upp hér til atkvæðagreiðslu ef ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Það er akkurat þetta sem ég var að reyna að benda á. Mér finnst þetta mjög skynsamleg skref. Þetta var nú skref sem við vorum búin að marka 2016. Og ég er bara mjög feginn að við erum komin á þessa braut aftur og ég ætla bara að ítrekka það. Þannig að ég að vísu er í raun og veru með eina auka spurningu það því að þetta er sagt kosta 205 milljónir þessi bygging. Það vantar alveg greining á því. Ég hef ekki séð hana að þetta hús muni kosta 205 milljónir. Ég lýsi eftir því hvað svona hús muni kosta. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Matthildur hefur kveðið sér hljóðs undir þessum hlið. Gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla að reyna að svara þessari spurningu Sæmundar varðandi sportstöllina. Þetta er náttúrulega líkamsræktaraðstaða
En vek einnig athygli á því að aðstæðan þar sem að líkamsræktin er í núna, við erum að, eins og Björgvin kom inn á og Sæmundur sömuleiðis, erum að greiða töluvert háa leigu fyrir aðstöðuna. Það var tekin ákvörðun að kaupa ekki það húsnæði á sínum tíma. En það hefur ekki farið fram nákvæm greining á því hvað ný líkamsræktar aðstæða muni kosta. Það er verið að skoða hvaða þarfir slík bygging þarf að innihalda og út frá því er síðan hægt að mynda sér skoðun það hvernig byggingin á að líta út og hvað á að vera þar inni og hversu mörg rými og hvaða stærð við erum að miða við. Við erum með viðmið úr þessari skýrslu sem að starfshópurinn skilaði og þar var áætlað að vera með sirka 500-600 fermetra að mig minnir, en það var ekki nákvæm greining sem að þar liggur að baki. Þannig að við erum í þeirri vinnu núna og vonandi er bara hægt að kynna einhverja mögulega kostnaðaráætlun í janúar, febrúar. En víst að ég er komin hér upp, þá langar mig aðeins að bregðast við varðandi hjúkrunarheimilið og þá framkvæmd. Það liggur í rauninni ekki fyrir nein kostnaðaráætlun í dag á því hvað byggingin mun kosta, ekki nein ný kostnaðaráætlun. Við höfum ekki fengið greiðsluáætlun frá Framkvæmdasýslunni ennþá. Þannig að það að hlutur sveitarfélagsins verði komin upp í 400 milljónir, við höfum ekkert fyrir okkur í því ennþá. Þannig að þá alveg eftir að samþykkja það bæði hjá ríki og sveitarfélagi hvernig loka niðurstaðan mun verða. Þannig að því sé haldið til haga. Og aðeins að fráveitumálunum, við vildum gjarnan vera búin að framkvæma áfanga 3 og 4 og áfangi 3 var á dagskrá þessu ári, en við þurftum því miður að hafna því tilboði þar sem að það þótti of hátt og þar erum við ofta að glíma við erfiðar aðstæður hvað verktaka varðar og við vildum líka vera bara ábyrg í þeim ákvörðunartökum hvað fráveituframkvæmdir varðar, að vera ekki að taka allt of hátt tilboð þegar kostnaðaráætlun liggur fyrir. Vonandi fáum við hagstæðari tilboð núna þegar að kreppir að. Það er allavega reynslan hjá Vegagerðinni og hjá fleiri aðilum. Ég bind allavega vonum að það muni gilda hér á þessu svæði sömuleiðis. En þar sem að áherslur voru lagðar að fara í framkvæmdir á Hafnarbrautinni, að þá tel ég að það sé bara bara alveg nógu mikið af jarðvegsframkvæmdum, vegna þess að á næsta ári munu líka fara fram hitaveituframkvæmdir í innbæ og það mun verða líklegast sömu verktakar að berast þessar framkvæmdir. Þannig ég held að þetta sé ábyrgt að forgangsraða þessum framkvæmdum á þennan hátt. Þó að við gjarnan vildum gera svo margt á sama tíma þá bara er það ekkert alltaf hægt og manni lærist það fljótt í þessu starfi að þolinmæðin er það sem er mikilvægasta dyggðin í þessu. Þannig að takk fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið er enn laust. Það er enginn sem gefur merki að þeir sem eru þá samþykkir fjárhagsáætlun fyrir 2021 á byrja bókuninni. Þeir sem eru þá samþykkir að bæjarstjórn gerir bókun sem Ásgeir las hér áðan að sinni, vil gjöra svo vel að réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er að fjárhagsáætlun 2021. Þeir sem eru henni samþykkir gjöra svo réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er að 3 ára fjárhagsáætlun fyrir 2022 til 2024. Þeir sem eru henni sammála gjöra svo réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. Áttunda mál á dagskrá er samþykkt stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Hornafjarðar. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og fundamenn. Hérna liggur fyrir samþykktir sveitarfélagsins og er þetta seinni umræða sem að þessar samþykktir fá hér í bæjarstjórn. Helstu breytingar á samþykktunum eru þessar að við 37. grein er bætt við þegar sveitarfélagið er sjálft framkvæmdaraðili skal skipulagsnefnd taka fullnaðarákvörðun um matsskyldu framkvæmdar. Varðandi 48. grein breytist vegna sameiningar nefnda. Félagsmálanefnd og heilbrigðis- og öldrunarnefnd falla út
og þær eru sameinaðar í velferðarnefnd í lið 5. Og við lið 8 undir almannavarnanefnd er bætt við upptalningu þeirra aðila sem hafa setu og áheyrnarrétt í nefndinni. Og í 65. grein samþykktanna breytist, þar að segja verður íbúalýðræði í stað þátttökulýðræði og einnig breytist kosningahlutfall, þar að segja þannig að 20% kosningabæra íbúa í sveitarfélaginu geta óskað eftir almennri atkvæðagreiðslu en var áður 25%. Þakka fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust staðfestingu stjórn og fundarskap sveitarfélagsins Hornafjarðar. Hver sem vill taka til máls undir þessum lið? Það er ekki. Þeir sem eru þessu þá samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 9. mál á dagskrá er rammasamningur milli SÍ og hjúkrunarheimila þjónustu hjúkrunarheimila. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og fundarmenn, þetta er ekki fyrsta skiptið á þessu ári sem þetta málefni er á dagskrá hér á bæjarstjórnarfundi, enda verið tíðrætt. Eins og bæjarbúar og bæjarfulltrúar þekkja svo sem þá hafa þessar samningaviðræður staðið yfir nokkurt skeið frá því að sveitarfélagið sagði upp samningum rekstur hjúkrunarheimilis eða allt frá október síðastliðnum, og það liggur fyrir að samningar ganga ekki sem skyldi, og eins og komið hefur fram hefur reksturinn verið að þyngjast verulega á þessu ári og því síðasta sömuleiðis. En ég hef sent bókun hér til bæjarfulltrúa sem ég myndi gjarna vilja að fá að lesa hér upp. Hún er sett hérna í inngang í fundargerð. Þannig að ég fæ með leyfi forseta að lesa hann upp hér orðrétt. Samningaviðræður við Sjúkratryggingar Íslands hafa staðið yfir frá því í október síðastliðnum rekstur hjúkrunarheimilis. Eins og komið hefur ítrekað fram hefur reksturinn þyngst verulega á þessu ári og því síðasta, en hallarekstur stefnir í og yfir 100 milljónir króna á þessu ári. Við það verður ekki unað til lengdar enda verkefni ríkisins að ræða. Á sama tíma er rekstur sveitarfélagsins að þyngjast og hagræða þarf til að ná endum saman, ásamt því að lántaka eykst til að geta haldið uppi núverandi þjónustu og framkvæmdastigi. SÍ hafa lagt til 3 mánaða framlengingu samnings og í því samhengi boðið fjölgun dagdvalarrýma og að fella niður húsaleigu. En þrátt fyrir það mun reksturinn áfram verða rekinn með töluverðum halla á næsta ári. Við það verður ekki unað og stendur bæjarstjórn við þá ákvörðun sem tekin var í júní síðastliðinn. Það er að segja sig frá rammasamningi rekstur hjúkrunarheimilisins frá og með 1. febrúar 2021, nema að SÍ bæti að fullu þann halla sem mun myndast á framlengingartímanum. Þar sem viðræður við SÍ hafa snúist framlengingu á núgildandi samningi, þá hefur undirbúningur viðskilnaðar ekki hafist. Og bæjarstjórn óskar því eftir skýrum svörum frá SÍ varðandi framhaldið og felur starfsmönnum að hefja undirbúning varðar viðskilnað sem fyrst í samstarfi við SÍ og heilbrigðisráðuneytið. Ég ber þetta upp hér til umræðu. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 9. lið á dagskrá, rammasamningur milli IS og hjúkrunarheimila. Það er enginn sem gefur mig merki undir þessum lið. Þeir sem vilja þá gera þessa bókun sem Matthildur lasir upp af bókun bæjarstjórnar og er samþykki, gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá er loftslagsyfirlýsing Festu og sveitarfélagsins Hornafjarðar. Það er bæjarstjórinn Matthildur Ásmundsdóttir enn og aftur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti og bæjarfulltrúar, það er nóg að gera. Þú myndi fá ekki leið á mér. Fyrir ári síðan þá fóru nokkur bæjarfulltrúar á fund hjá Festu samfélagsábyrgð. Það ræddu við hugmyndir að samstarfi sem miðaði að því að ná betri árangri í loftslagsmálum. Líkt og margir þekkja var sveitarfélagið þátttakandi í tilraunaverkefni Landverndar fyrir nokkrum árum síðan
Þá voru lögð fram markmið í loftslagsmálum, útbúin loftslagsstefna og umhverfisstefna. Ekki hefur gengið nægilega vel að fylgja eftir þessari stefnumörkun og stendur út af meðal annars að mæla betur árangurinn. Í kjölfar þessa fundar fyrir ári síðan gerðist sveitarfélagið aðili að festu og var ákveðið að fara í samstarf með undirskrift loftslagsyfirlýsingu og ná þannig fyrirtækjum að borðinu. Málið tafðist nokkuð og má þar umkenna mögulega COVID og einhverju fleiru, en nú eru 5 ár liðin frá undirritun loftslagsyfirlýsingar Reykjavíkurborgar og festu, en einnig hefur Akureyri undirritað slíka loftslagsyfirlýsingu. Í ár eru 5 ár síðan frá því þjóðir heims undirritu Parísarsamkomulagið og settu sér það markmið að halda hlýnun jarðar innan við 2 gráður og þá helst nærri 1,5. Það hefur nú ekki gengið neitt sérstaklega vel. Því þörf fyrir frekari aðgerðir og fá fleira að borðinu. Fyrir fundinum hér liggur samstarfssamningur milli sveitarfélagsins Hornafjarðar og festu, en markmið hans að styðja við loftslagsaðgerðir fyrirtækja og stofnana sem sveitarfélagið og festa skuldbinda sig til þess að fylgja eftir. En loftslagsverkefni festu og sveitarfélagsins verður kynnt á íbúafundi í febrúar næstkomandi og í framhaldinu verður fyrir þann tíma verður fyrirtækjum send hvatning til að skrifa undir loftslagsyfirlýsingu. En markmið verkefnisins að hvetja fyrirtæki og stofnanir á Hornafirði til þess að setja sér markmið í loftslagsmálum, fræðast aðgerðir og leiðir til þess að mæla árangur þessara aðgerða. Og ég verð að segja að allavega ég persónulega og margir starfsmenn hér í húsi eru spenntir fyrir þessu samstarfi og ég leyfi mér að fullyrða að margir bæjarfulltrúar sömuleiðis. Og ég ætla að leyfa mér að vitna hér í niðurlega fréttar sem var á heimasíðu festu loftslagsfund festu og Reykjavíkurborgar sem haldinn var 27. nóvember síðastliðinn, sem segir: Við þurfum að taka ábyrgð á okkar losun og byrja að horfa á kolefniseiningar sem verðmæti. Með samtalinu leiðum við úr læðingi, samtakamátt og skapandi öfl. Núna tíminn fyrir sókn, kapphlaupið samkeppni, kolefnishlutleysi framtíðarinnar hafið. Það eina hagkerfi sem í boði. Ég ætla að ljúka þessari tölu með þessum orðum. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið laust þessa loftslagsyfirlýsingu sveitarfélagsins og festu. Einhver sem vilja tjá sig þetta mál? Það Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta sé mjög spennandi verkefni og það sé bara tækifærið eins og kannski maður fylltist eldmóð af ræðu bæjarstjóra að það ekki gengið nógu vel að halda Parísarsamkomulagið, þannig að nú þarf sveitarfélagið Hornafjarðar að stíga inn. Þannig við kannski sláum aðeins að létta strengi á þessum góða fundi, en það bara eins og við þegar við að taka saman sorpmáli núna fyrir stuttu að þá kemur í ljós að íbúar að standa sig bara alveg ágætlega og við þurfum meiri upplýsingar frá fyrirtækjunum og við vitum að íbúarnir að vinna í fyrirtækjum í sveitarfélaginu, þannig að ég full að trúa því að við getum öll gert betur bæði heima hjá okkur og í vinnunni. Þannig að það ekkert stórkostlegt nýtt kannski sem fólk að tileinka sér í vinnunni til þess að geta tekið þátt. Og þetta mun bréfi frá festu gefa fyrirtækjum á svæðinu hugmyndir það hvernig þau geta komið að þessu með okkur. Og bara í ljósi þess að við höfum verið á þessari vegferð frá 2013, þetta verið í nóvember 2013 sem við fórum inn í verkefnið með Landvernd og Sambandinu. Þá höfum við verið að hugsa á þessum nótum, en það þarf að gefa í og við þurfum öll að vera saman í verkefninu og eiga verkefnið. Þannig að þetta sé bara frábært tækifæri. Og við náttúrulega erum Hornafjörður bara kennslustofa í þessum áhrifum loftslagsbreytingana. Við sjáum það á hverjum degi með því að bara horfa út gluggann hjá okkur og þannig að við horfum á jöklana bráðna og annað slíkt. Þannig að ef þetta verkefni á ekki heima hjá okkur þá veit ég ekki hvar það ætti að vera. Þannig að ég hvet alla til þess að taka þátt og leggja sitt af mörkum. Takk fyrir þetta, Ásgerður. Orðið enn laust
10. lið á dagskrá. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem eru því þá samþykkir að sveitarfélagið gerir samning við festu loftslagsyfirlýsingu gjöru svoleiðis rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá er erindisbréf velferðarnefndar. Erindisbréf fyrir nýja nefnd, velferðarnefnd sveitarfélagsins, þar sem félagsmálanefnd annars vegar og heilbrigðis- og öldrunarnefnd hins vegar verða sameinaðar samkvæmt nýjum samþykktum sveitarfélagsins. Helstu hlutverk velferðarnefndar er að móta stefnu og fjalla um málefni í velferðarþjónustu, félagsþjónustu, barnavernd, þjónustu við fatlaða, þjónustu við aldraða og húsnæðismál, jafnréttismál og forvarnamál í sveitarfélaginu. Orðið er laust erindisbréf velferðarnefndar. Hver sem vill tjá sig um það? Það er ekki. Þeir sem þá samþykkir þessu erindisbréfi gjörir svoleiðis rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá er stytting vinnuvikunnar, innleiðing kjarasamninga. Bæjarstjórinn Matthildur Ásmundardóttir mun flytja þetta. Forseti og bæjarfulltrúar. Hér er að ræða innleiðingu á samþykktum kjarasamningum, en þetta er svona fyrra skrefið að innleiðingu styttingu á vinnuviku. En 1. janúar tekur gildi breyting fyrir dagvinnufólk og síðan mun taka gildi breytingar fyrir vaktavinnustarfsfólk í síðasta lagi 1. maí. Og sú undirbúningsvinna er nú að hefjast hjá starfsmönnum sveitarfélagsins. En tillaga breytt fyrirkomulag á vinnutíma starfsmanna samkvæmt kjarasamningum tekur gildi eins og fyrr kom fram 1. janúar, en vinnutímanefndir starfsmanna og stjórnenda kynntu tillögur að breyttu vinnutíma fyrir starfsmönnum sem kusu síðan framhaldi. Tillagan er hér lögð fyrir bæjarstjórn til staðfestingar. En breyting á skipulagi vinnutíma á ekki að leiða til breytinga á launum eða launakostnaði sveitarfélagsins. Jafnframt er forsenda breytingana að starfsemi vinnustaðarins raskist ekki og að opinber þjónusta sé af sömu gæðum áður. Og líkt að kom fram í ræðu Ásgerðar hér áðan, það var áhersla á það í fjárhagsáætlun og er ennþá að það komi ekki til með að kosta að breyta þessu fyrirkomulagi. En við erum nokkuð meðvituð það að það gæti ekki náðst með vaktavinnu starfsfólki vegna þess að þar þarf að standa vaktina allan sólarhringinn og erfiðar að koma því við að það myndist göt í vinnudeginum. Og þó má reyna að skipuleggja vinnudaginn þannig að mönnun sé bundin álagi. Þannig að það er áskorun sem við munum bara reyna að uppfylla eftir fremsta megni. Bara til þess að upplýsa það, þá var tekin frá smá fjárhæð í fjárhagsáætlun til þess að verða við þessari kostnaðaraukningu, komi hún til með að verða að raun. En það er bara gott að þetta skipulag sé að taka gildi vegna þess að við viljum jú að vinnutíminn sé ekki hamlandi þáttur hjá starfsfólki og að vinnustaðurinn sé aðlaðandi, og þetta á ekki að hafa í för með sér minni framleiðni, allavega með það sem rannsóknin segir. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 12. lið á dagskrá stytting vinnuviku. Einhver sem vill tjá sig um það? Það er ekki. Og þeir sem eru þessu samþykkir gjöru vel að rétta upp hönd þá. Það er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er reglur um úthlutun lóða. Unnar hafa verið nýjar reglur um úthlutun lóða. Í reglunum eru tímamörk við upphaf og lok framkvæmda þrengd. Úthlutun lóða fellur sjálfkrafa úr gildi ef gjöld er ekki greidd áður en frestur umsækjanda rennur út. Einnig kemur fram að eigi síðan 3 árum eftir dagsetningu lóðúthlutunar skal lóðahafi lokið fullnaðar frágangi byggingar að utan, gengið frá yfirburði lóða og öllum frágangi við lóðamörk. Ákvæði um lóðaúrdrátt segir að ef dregin eru fleiri en ein lóð í sama skipti getur hver einstaklingur einungis fengið eina lóð úthlutaða. Orðið er laust reglur um lóðaúthlutun. 13. mál á dagskrá.
reglur úthlutun lóða. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara fagna því að við séum komin að þennan stað að vera komin með endanlegt plagg í reglum í úthlutun lóða. Það hafa reynda verið til og allt í lagi með það, við höfum lengi talað að breyta þeim. Því þetta hefur verið ferli sem hefur tekið langan tíma og fólk hefur verið lengi með lóðir og svona ýmislegt sem hefur verið mikið að gera hjá skipulagssviði eða það hefur ekki verið innan ákveðna marka að senda út bréf og láta vita að það sé komið tímamörk og annað, þá hefur lengst í og annað slíkt. Þannig að það er ágætt að þarna svona komin ákveðin sjálfvirkni inn í þennan pakka. Þannig að það þurfi, og það er gott bara að þeir sem að sækja að fá úthlutað lóðir séu bara upplýstir þessar breytingar, þannig að það þurfi ekki að koma neinum óvart að þetta falli sjálfkrafa úr gildi þegar að ákveðin tíma hefur náð. Þannig að ég bara fagna þessum tímamótum. Þakka fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust 13. mál á dagskrá. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Nú er verið að samþykkja þessar nýju reglur. Það er bara ein spurning sem að kannski verið gott að bera upp á þessum tímapunkti. Þessar nýju reglur eru væntanlega með sólarlagsákvæði. Þannig að úthlutaðar lóðir sem að hafa verið úthlutað áður, þær lúta gömlum reglum. Er það ekki rétt skil í hjá mér? Kannski, og þannig að það er sólarlagsákvæði frá þá samþykktinni núna með þeim lóðum sem verður úthlutað hérna í frá. Það var spurningin. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Það var kinkað hér kolli út í sal, þannig að þetta er þannig eins og þú spurðir. Það er sólarlagsákvæði þessu. Það er annað þessu líka kannski sem hefði mátt koma fram í þessum texta að það sveitarstjórn getur líka þrengt þetta niður í 2 ár eins og gert þar í deiluskipulagi fyrir innbæ. Það átti alltaf öllu vera lokið innan 2 ára, ef maður rétt. En orðið er laust þetta mál, 13. mál á dagskrá. En þeir sem eru þá þessu samþykkir, nú fyrirgefðu, Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að taka undir eins og Ásgerður var að benda á áðan að það hefur verið þannig svolítið hjá okkur að menn hafa fengið úthlutað lóðum og svo setið á þeim árum, ég ætla ekki að segja áratugum, en allavega árum saman og það er náttúrulega ekki gott fyrir bæinn. Við erum með þessar lóðir til þess að láta byggja á þeim og við viljum fá bæði fleira fólk og fleiri fyrirtæki á svæðið og þannig að það er ekki eðlilegt að menn séu með lóðir árum saman. Þannig að ég fagna þessum breytingum, við erum búin að vera að vinna í þessu svolítið lengi og við bara sáttum við þetta eins og þetta er núna. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er þá laust 13. liðan þá. Það er enginn sem gefur með merkist. Þeir sem eru þessum reglum þá samþykkir, gerðu svo réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. 14. mál á dagskrá breyting á aðalskipulagi Hnappavellir 1, verslunar- og þjónustusvæði. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Local Guide DOF óskar eftir breytingu á aðalskipulagi á hluti Hnappavalla 1. Er að ræða 10.909 fermetra lóð eða 1,1 hektara lóð úr landinu þar sem nú stendur fjárhús og hlaða. Lóðinni verður skipt út úr jörðinni og heita Hnappavellir 1 Mói, en hún hefur ekki verið skráð hjá þjóðskrá. Stefnt er að því að breyta byggingum sem þegar eru á lóðinni samkvæmt meðfylgjandi teikningum.
Ekki er gert ráð fyrir fleiri byggingum. Með þessum breytingum á aðalskipulagi verður hluti af Hnappavöllum 1 breytt í verslunar- og þjónustusvæði. Fyrirhuguð starfsemi leigutaka er rekstur ferðaþjónustu ásamt tilheyrandi stoðstarfsemi sem sé gistiaðstöðu og veitingasölu. Þar eða bæði matar- og vínveitingasölu. Gert er ráð fyrir 20 gistirýmum. Engar breytingar verða gerðar á húsi að utan fyrir utan smávægilega viðbót og breytingar á gluggum. Gert er ráð fyrir minniháttar tjaldgistingu og eða húsbílastæði fyrir viðskiptavinni fyrirtækisins og þá 20 tjöld. Ekki er gert ráð fyrir íbúðum. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki breytingu á aðalskipulagi og vísi henni í lögformlegt ferli. Takk fyrir. Þakka fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 14. lið á dagskrá breytingu á aðalskipulagi Hnappavellir 1. Það er enginn sem gefur með merkið. Þeir sem eru þessu þá samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 15. mál á dagskrá er breyting á aðalskipulagi Borgarhöfn 2-3 Suðursveit. Björgvin, gjör svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Óskað er eftir breytingu á aðalskipulagi vegna frístundabyggðar og afþreyingar og ferðamannasvæði, meðal annars fyrir tjaldsvæði í landi neðri bæjar í Borgarhöfn vegna áforma gerð deiliskipulags. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki að unnið verði breyting á aðalskipulagi og vísi henni í lögformlegt ferli. Takk. Þakka fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 15. lið á dagskrá breyting á aðalskipulagi Borgarhöfn 2-3 Suðursveit. Það er enginn sem gefur með merki. Þeir sem eru þá þessu samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 16. mál á dagskrá er deiliskipulag Borgarhöfn 2-3 Suðursveit. Gjörðu svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Er að ræða skipulagslýsingu vegna deiliskipulags fyrir frístundabyggð og afþreyingar og ferðamannasvæði, meðal annars fyrir tjaldsvæði. Í deiliskipulagi verði gerð grein fyrir fyrirhuguðum framkvæmdum og settar fram skilmálar landnotkun, byggingar og vernd náttúru og menningarminja. Að lokinni lýsingu verði unnið deiliskipulag og samhliða henni breyting á aðalskipulagi. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki skipulagslýsinguna og vísi henni í lögformlegt ferli. Takk. Þakka fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust á 16. mál á dagskrá deiliskipulag Borgarhöfn 2-3 Suðursveit. Það er enginn sem gefur með merki. Þeir sem eru þessu samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 17. mál á dagskrá fyrirspurn til skipulagsstjóra Sel, Svínafell, Öræfum, Hesthús heitir þetta mál. Já, Björgvin Sigurjónsson, hann vék hér að fundi. Fyrir þessum lið Öræfa og Hestar VF leyfi til að byggja atvinnuhúsnæði hesthús fyrir tamningarstöð og hestalegu. Áætlað er að húsið verði steinsteypt byggt við hól í Seli í Svínafelli, þar sem gömul fjárhús og hlaða eru og hafa verið síðan 1954. Ekkert skipulag er í gildi á svæðinu. Ég legg til að heimila verði að byggja hesthús án deiliskipulagsgerðar og falli verði frá grenndarkynningu. Orðið er laust þetta mál, 17. mál á dagskrá, hesthús Svínafelli eða Seli í Öræfum. Það er enginn sem gefur með merki. Þeir sem eru þessu þá samþykki gjörum við svo vel að rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða, eða með 6 atkvæðum. 18. mál á dagskrá fyrirspurn til skipulagsstjóra Svínafell 2-4 Reiðhöll. Hér er Björgvin líka ekki staddur á svæðinu vegna vanhæfis. 18. mál, umsókn Öræfa Hestum leyfi til að byggja reiðhöll í landi Svínafells 2-4 eins og hún er staðsett á meðfylgjandi aðstöðumynd. Gert er ráð fyrir tengingbyggingu milli reiðhallar og fyrirhugaðs hesthús í landi Sel 1. Afstöðumynd sýnir byggingarnar tvær,
Reiðhöllin verður staðsett 5 metra norðar en myndi sýnir og lengd húsins verður 40 metrar. Ekkert deiliskipulag til á svæðinu. Ég legg til að bæjarstjórn heimili byggingaráformin og falli frá grenndarkynningu þar sem framkvæmdin varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og umsækjanda. Orðið laust 18. mál á dagskrá, fyrirspurn til skipulagsnefndar Svínafell 24 Reiðhöll. Það er enginn sem gefur mér merki hér og þetta er samþykkt með 6 atkvæðum. Fyrirgefið þið. Þeir sem eru samþykkir þessu, ég flýta mig mikið. Þetta er samþykkt hér með 6 atkvæðum. Afsakið þetta. 19. mál á dagskrá er byggingarleyfis umsókn Hrollaugsstaðir, breyting á notkun. Ég legg til að heimilu verði að breyta Hrollaugstöðum án deiliskipulagsgerðar enda er framkvæmdin í samræmi við landnotkun og byggðamynstur og þéttleika byggðar. Framkvæmdin varðar ekki hagsmuni annar en sveitarfélagsins. Ég legg til að falli verði frá grenndarkynningu. Björgvin Sigurjónsson er aftur komin inn og orðið laust þetta mál 19. mál á dagskrá. Páll Róbert, gjörðu svo vel. Forseti og góðu fundamenn, já, ég ætlaði nú bara að fagna því að þarna er sveitarfélagið að byggja 5 smáíbúðir í gamla skólastjóraíbúðinni eða húsinu og jafnframt er sveitarfélagið að ég best veit byrjað á því að gera deiliskipulag fyrir svæðið. Það var nú smá svona hyggst á því dæmi, við ætlum nú að byrja á því einhvern tímann 2015 minnir mig, en það er allan að koma á stað núna þannig að þetta gæti verið sterk innspýting í atvinnulífi á svæðinu, að bjóða þarna upp á lóðir og að sveitarfélagið eigi þessar íbúðir til útleigu áfram. Ég veit að það er búið að semja við Vatnajökulsþjóðgarð eitthvað að þeim minnsta kosti, en ég fagna þessu mjög. Takk. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið laust þetta mál. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem eru þessu samþykki gjöru svo réttu plan. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. 20. mál á dagskrá er tilkynning framkvæmd Birkikot vélageymsla. Umsókn Sigurjóns Arasonar byggingu vélageymslu samkvæmt meðfylgjandi gögnum án deiliskipulagsgerðar samkvæmt 43. grein skipulagslaga, enda er framkvæmdin í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki byggingaráformin þar sem framkvæmdin varðar ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og umsækjanda og legg til að falli verði frá grenndarkynningu. Umsækjanda er bent á að sækja undanþágu vegna fjarlægðar frá veg samkvæmt 45. grein skipulagslaga til umhverfis- og auðlindaráðherra. Orðið er laust þetta mál, 20. mál á dagskrá, tilkynning framkvæmd Birkikot. Það er enginn sem gefur mér merki. Þeir sem eru þessi samþykkir gefur svo rétt upp hönd. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. Enn fer Björgvin út. 21. mál. 21. mál landskipti Miðfell í Nesjum. Ósk Þrúðmarssonar og Ingibergar Ævars Steinsdóttur landskipti jarðarinnar Miðfell í Nesjum þar sem óskað er eftir staðfestingu bæjarstjórnar á landskiptum á jörðinni Miðfell Nesjum. Landskiptin eru vegna skiptingar jarðarinnar Miðfell 2 út úr landi Miðfell í Nesjum samkvæmt uppdrætti. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki þessi landskipti en orðið laust málið. Það er enginn sem gefur mér merki og þeir sem eru þessu samþykkir gjöru svo rétt upp hönd. Sæmundur trúlega líka með, þannig að það eru 6 sem greiða þessu atkvæði. 20. og annað mál á dagskrá eru landskipti Stóralá 2 og Björgvin er mættur í salinn. Erindið frá Jónu Benni Kristjánsdóttur fyrir hönd eiganda jarðarinnar Stóralá. Sigurður Sigfinnsson
og þar sem óskað er eftir staðfestingu bæjarstjórnar á landskiptum út úr jörðinni Stórulág. Jörðin Stórulág 2 verður skipt út úr jörðinni Stórulág. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki þessi landskipti en orðið er laust þetta mál á dagskrá, 22. mál á dagskrá, landskipti Stórulág 2. Þeir sem þessu þá samþykkir, gerum svo rétt upp hönd. Þetta er samþykkt með 7 atkvæðum. 23. mál á dagskrá er umsókn lóð Álaleira 6. Umsókn Finns Ármanns Óskarssonar lóð á Álaleira 6 lögð fram. Bæjarráð mælti með lóðaúthlutuninni. Ég legg til að bæjarstjórn samþykki lóðaúthlutunina. Orðið er laust þessa lóðaúthlutun. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þeir sem þessar úthlutun þá samþykkir gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. 24. mál á dagskrá er ósk söfnun undirskriftar vegna breytingar á aðalskipulagi og deiliskipulagi innbæ. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Hér er að ræða erindi sem kemur í raun aftur á dagskrá bæjarstjórnar en það var á dagskrá fyrir mánuði síðan en þetta er erindi frá Ara Jórsinni, Eymundi Inga Ragnarsinni, Guðmundi Inga Sigurbjörnssyni, Óskar Arasyni og Sveinbjörgu Jónsdóttur að taka aftur upp málið sem fór fyrir síðasta bæjarstjórnarfund og hlaut þar afgreiðslu. Bókun undir málinu þá var gerð þannig að það var settur fyrirvari á það að samþykktin eða undirskriftarlistinn og kosningarnar myndi ekki snúast lögmæti þess skipulags sem að undirskriftin gengur út á að reyna að fella úr gildi eða, ég veit ekki, gera breytingar á. Þetta mál hefur aðeins vafist í okkar meðforum eða ekki svo endilega. Við hefum bara þurft að leita okkur ágjafar til þess að vita eða fá staðfestingu á því að okkar gjörðir standist lög og reglugerðir og við hefum fengið þær staðfestingar en þráttur það er ekki úr vegi að verða við beiðni þessara aðila og að samþykkja þessa beiðni undirskrift í samræmi við 3. grein málsgrein sveitarstjórnarlaga. Ég ætla að fá að lesa hér upp tillögu að bókun. Ég vil leggja til að bæjarstjórn samþykki beiðni söfnun undirskrifta í samræmi við 3. málsgrein sveitarstjórnarlaga. Söfnun undirskrifta gildi reglugerð nr. 155/2013 og er hér undir einnig slóð á reglugerðina sem hægt er að afrita og setja í vafrann sinn og leiðbeiningar framkvæmd þessara undirskriftalista má lesa á vefnum island.is og það er þjóðskrá sem að bera ábyrgð á undirskriftalistanum samkvæmt reglugerðinni. Bæjarstjóri leitaði ráðgjafar hjá lögfræðingur Sambands íslenskra sveitarfélaga málið og staðfesta þeir málsmeðferðina á fyrri stigum málsins. Til að taka af allan vafa er erindi sett á dagskrá bæjarstjórnar í dag á ný og samþykkt. Ég biðst starfsfólkið fyrir að lesa þetta upp aftur. Til að taka af allan vafa er erindi sett á dagskrá bæjarstjórnar í dag og vonandi samþykkt á ný. Ég þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Matthildur. Hér er mál á dagskrá ósk undirskrift vegna breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi í innbæ og hitt jáið var með föðulegri ábendingu og það stóð eitthvað í fólki, þannig að nú viljum við segja aftur já og orðið er laust þetta mál. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti, góðir fundamenn. Ég ætla að fá að ítreka bókun sem ég gerði á bæjarráðsfundi 24. nóvember síðastliðinn sem var svohljóðandi. Sæmundur fagnar því að bæjarstjórn veiti leyfi til undirskriftasöfnunar og tekur undir þá beiðni ábyrgðaraðila fyrirhugaðrar undirskriftasöfnunar að bæjarstjórn breyti svari sínu og felli skilyrði sem sett voru fram með mögulegar íbúa kosningar út úr svari sínu.
Bæjarstjórn fór fram úr sér í svari sínu 12. nóvember 2020 með því að setja skilyrði á hugsanlega íbúakosningu. Beiðni ábyrgðaraðilanna er einföld spurning heimild til undirskriftasöfnunar og af því leiðir að svars bæjarstjórnar á að vera einfalt svar já eða nei við þeirri beiðni. Komi til íbúakosningar getur meirihluti bæjarstjórnar sett skilyrði kosninguna sýnist eins og þannig hljóðaði bókunni. Og í bókun bæjarráðs á fundinum 24. nóvember segir: Bæjarráð ítrekar að bæjarstjórn veitti leyfi til undirskriftasöfnunar á fundi sínu og eins og Matthildur kom inn á áðan að undirskriftasöfnun gildi reglugerð 155/2013 og hvetur bæjarráð umsækjendur að nýta bæði rafræna og handskrifaða söfnun og aðlaga sóttvarnareglum á hverjum tíma. Og svo málið sé rakið og fram allt þess að sendi bæjarstjóri hópnum bréf eða tölvupóst 25. nóvember daginn eftir bæjarráðsfund þar sem þessi seinni bókun bæjarráðs var með. Mér þótti miður og í raun furðulegt að bókun mín á bæjarráðsfundi fylgdi ekki með í því skeyti sem sent var hópnum. Og ég spyr hvort þau rök sem áheyrnarfulltrúi í bæjarráði og fulltrúi í sveitarstjórn reynir að setja fram í málinu til að koma því á rétt spor séu svo léttvæg að mati bæjarstjóra og meirihlutans að það má bara blása þau út af borðinu sín svona og geta þeirra hvergi í bréfi sem sent var í nafni sveitarfélagsins. Það getur ekki verið eðlilegt að umsækjendur sé ekki gert grein fyrir því að bæjarstjórnin er ekki einhuga í þessu máli. En svörin sem forsvarsmenn könnunar hafa fengið setja okkur öll undir sama hatt og sömu skoðun, sem er fjarri að við höfum sameiginlega eins og máli standa núna. Og enn var í bréfi bæjarstjóra sett fram skilyrði við íbúakosningu ef til hennar kemur, þrátt fyrir bókun mína og þrátt fyrir ábendingu hópsins í fundargögnum að það kemur málin ekki við á þessu stigi málsins. Og síðasta vendingin í málinu er svo svarbréf sem forseta bæjarstjórnar barst frá hópnum, undirskriftahópnum 23. nóvember síðastliðinn þar sem þetta er áréttað. Og óskin frá hópnum er að fá að safna undirskriftum og ég styð það. En ef ég skil erindi þeirra rétt, þá vil ég safna undirskriftum með því að ganga í hús og þá er eðlilegt að þær sóttvarnareglur sem gilda núna verði ekki fjötur á þeirra vegferð. En ef sóttvarnareglur eru þær að söfnun undirskrifta tefst, þá finnst mér bara eðlilegt að veita tímafresti eins og þurfa þykir og það ætti bæjarstjórn að gera núna. Og ég hvet bæjarstjóra og sóttvarnayfirvöld til þess að vera leiðbeinandi í málinu og finna leið með hópnum hvernig best er að haga slíkri undirskriftasöfnun á þessum veiru tímum. Og ég gerir ráð fyrir það sem við samþykktum hér áðan í máli nr. 8 á fundinum hér áðan, að nýja prósentutalan fjölda íbúa sem þarf að óska eftir málinu af þessu tagi, sem verður núna 20%, að það gildi varðandi þessa beiðni. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er laust þetta mál. 24. mál á dagskrá. Hann var með spurningar. Ásgerður, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er alveg ljóst að svarið var já á síðasta bæjarstjórnarfundi og var ítrekað að það var já á bæjarráðsfundinum og ég veit ekki annað en að það verði já á þessum fundi. Eins og bæjarstjóri kom inn á að þá voru þarna ákveðnar leiðbeiningar sem að fylgdu með svarinu sem fólk var ósátt við og það er ekki bara eitthvað sem var gripið upp úr gólfinu og sett að frumkvæði hérna eftir leiðbeiningar. En það er bara sjálfsagt að ítreka jáið. En það er þarna reglugerð sem gildir þessi mál og varðandi það að seinka, að gefa frest til undirskriftasöfnunar, að þá held ég að bara í ljósi heimsfaraldurs kórónuveiru að þá vitum við ekki hvenær það verður búið. Þannig að það er ákveðin reglugerð sem gildir þessi mál og þannig að það eru tækifæri og það er ekkert endilega víst að fólk kæri sig það að það sé verið að koma að ganga í hús úr húsi fyrir en ég veit ekki hvað í mars eða hvað það er. Ég meina við vitum ekki hvenær verður komið bóluefni og annað slíkt.
Þannig að það eru tækifærið, fólk er að nota netið til undirskriftasöfnunar mjög bara ítrekað. Þannig að ég skil eiginlega ekki af hverju þessi undirskriftasöfnun getur ekki farið fram með þessum tvöfalda hætti eftir því hvernig reglur eru á hverjum tíma. Þannig að fólk geti bæði notað net og ef tækifærið til að það geti farið hús úr húsi og og þá náttúrulega bara ræði fólk hvernig það tekur á móti þeim sem bankar upp á. Maður hefur heyrt gagnrýni það að þegar fólk er að selja harðfisk eða hvað það er að banka upp á og annað slíkt og þá finnst mér bara þetta sama bara virðing við aðila líka að það sé farið í gegnum netið og fólk geti þá nýtt það til þess að skrifa undir vilji það að gera það. Varðandi ég veit ekki hvort það var ósk eða það að Sæmundur gera fyrir því að samþykktir sem við erum að samþykkja hér í dag eigi við þetta, þá veit bæjarfulltrúi Sæmundur alveg vel og ég að þó að samþykktir hafi verið samþykktar hér í bæjarstjórn þá þurfa þær að fara til yfirlestrar hjá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu sem sér málefni sveitarfélaga og síðan þarf að birta samþykktir í stjórnartíðindum til þess að þær taki gildi og þannig að mér finnst bara mjög ólíklegt að það eigi við þar. Alveg eins og bara reglur úthlutun lóða þá er það ef þú sækir lóð á meðan ákveðnar reglur í gildi og síðan verður breyting að þá gildir það eftir breytingu. Þannig að ég sé ekki mun þarna á milli. En það er bara sjálfsagt að fá álit annarra á því en allavega miðað við það að samþykktirnar taka ekki gildi fyrir en að það hafa verið birtar að þá finnst mér að það hljóti að vera þannig. Og það er bara mitt persónulega mat að það hljóti að vera þannig að það sé þetta eftir þeim samþykktum sem eru í gildi þangað til að það hafa verið birtar. En eins og ég segi það er sjálfsagt að fá álit annarra á því máli. Þakka þér fyrir þetta Ásgerður, Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég vil bara svara Sæmundi varðandi þetta svarbréf sem ég sendi þessum hóp sem er að fara fram á undirskriftalistan. Ég bara viðurkenni það að það voru mistök að minni hálfu að þín bókun var ekki höfð þarna með í bréfinu og ég er bara algjörlega heiðarleg með það. Og það er ekki verið að fara í einhvern feluleik með það að það sé verið að leyna þínum skoðunum, bara svo það sé alveg á tæru. Og ég er vel meðvituð það að þessi hópur les einnig fundargerð sveitarfélagsins og þar hefur þessi bókun þín, er hún opinber og kemur fram. Þannig ég bara biðst afsökunar á því að þín bókun var ekki í þessu svarbréfi. Jafnframt gagnrýndi hópurinn það hvernig svarbréfi var orðað, en það var á engan hátt verið að leggja fólki orð í munni eða neitt slíkt, heldur er það ábyrg stjórnsýsla að vera leiðbeinandi fyrir íbúa og það var tilgangur þessa bréfs, að vera leiðbeinandi fyrir íbúa sem óskuðu eftir þessari undirskrift og sem að markmiði er að muni leiða til íbúakosninga þetta ákveðna mál og þar af leiðandi finnst mér eðlilegt að bréfið innihaldi þessar leiðbeiningar varðandi mögulegar kosningar eða undirskriftasöfnun. Þannig að bara ítreka það og ég veit að það var gagnrýnt harðlega í bréfinu og oft á tíðum jafnvel tekið úr samhengi. En tilgangurinn var einungis á að vera leiðbeinandi. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Gjörðu svo vel, Róbert. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, hérna erum við að fjalla aftur þessa beiðni fyrir að fá að fara í undirskriftasöfnun. Og ég sé ekki og heyri ekki annað heldur en að við séum öll sammála því að heimila þessa undirskriftasöfnun. Hún er bundin ákveðnum annmörkum í þessu ástandi sem við erum í núna. Það er ekki kannski mjög gott að vera að labba í hús og ég skil það mjög vel og ég held að það sé kannski ekki voðalega gáfulegt að vera að labba í hús núna og óska eftir undirskriftum. Þannig að, en eins og þessi reglugerðin, hún kveður á ákveðinn tíma og þá velti ég fyrir mér
við erum ekkert að falla á tíma, það er enginn að fara að byggja þarna allavega fyrir vorið, svo ég viti. Væri þá ekki bara ágætt að hingra með þessa umsókn, að hópurinn drægi umsóknina tilbaka og kæmi svo bara með hana aftur þegar ástandið lagaðist, að því gefnu að þau vilja ekki nota sér undirskriftir. Þetta er nú bara svona hugmynd hjá mér og ég held að sé enginn að falla á tíma með þetta. Ég veit ekki til þess að sé búið að sækja lóðir annað en þá. En þetta er svona hugmynd sem að ég legg fram hérna, en þess að ég held að sé það er engin brjáluð tímapressa á þessu. Og eins og ég segi, ef að menn vilja labba í hús og kynna þetta, þá er kannski bara best að bíða með málið. Þetta vonandi fyrir að leysast svona á vormánuðum. Ég vona það allavega. Takk fyrir. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég er bara hrædd það að okkur sé ekki heimilt að bíða vegna þess að það eru þarna sveitarstjórnarlög sem að segja til hvernig þetta ber að afgreiða og það er eftir að auglýsing skipulag kemur er birt, þá er gefin ákveðin tími til þess að fara fram á að undirskriftasöfnun eigi sér stað og það eru að mig minnir 14 dagar og beiðnin kom innan þess tíma og reglugerðin segir síðan til hvenær undirskriftasöfnun þarf að ljúka og það er innan 4 vikna. Þannig að ég get ekki sagt hér á þessum fundi að við getum samþykkt það og að það sé í samræmi við lög að fresta, að hvetja þennan hóp til að sækja aftur vegna þess að þá er þessi 14 daga frestur í raun liðinn. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundarmenn. Ég vil fyrst byrja að þakka Matthildi fyrir þessa afsökunarbeiðni við metana mikils. Verið hana vel. Þessi tillaga sem að Páll Róbert bendir á og í sama sem að bæði Matthildur og Ásgerður segja að það stangast í raun og veru á þessar annars vegar sveitarstjórnarlögin varðandi þessa hver vegferð svona undirskriftasöfnunar á að vera og það stangast á við sóttvarnareglur eins og mála er að benda á og því finnst mér tillagan sem Páll Róbert kom fram hérna í raun og veru að fresta málinu og að því gefnu að málið sem að hangir með sem er þétting byggðar innbæði það sé ekki fara að úthlutað lóðum hérna að fresta málinu sem sagt varðandi undirskriftasöfnun þangað til COVID ástandið skýrist. Ég held að það sé málamiðlunartillaga sem að við getum sæst á og ættum að reyna að skoða. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að þetta sé einmitt hér er búið að koma fram að þetta er réttur samkvæmt sveitarstjórnarlögum sem er getið í samþykktum og fer eftir ákveðinni reglugerð. Við töldum okkur líka vera að fara og bara höfum fengið upplýsingar það að afgreiðslan í síðustu bæjarstjórn var líka eftir bara lögum og reglum. Og ég fyrir mitt litla líf bara myndi ekki þora að afgreiða það hér að það væri frestun á málinu því að leiðbeining var tekin óstinnt upp og það bara, fólk var mjög pirrað yfir því að það var ekki bara já eða nei. Og ef við ætlum að fara að taka ákvörðun það núna, að fara að fresta þessu máli án samráðs við þennan hóp, að þá bara ætla ég ekki að bera þeim þær fréttir. Og ég veit ekki með hvaða orðin það ætti að vera til þess að það sé ekki mistúlkað eða komið á ákveðin hátt lesið í það hvað fólk er að meina. Því að þetta mál frá upphafi hefur verið bara með ólíkindum og við vitum það alveg sem við sem sitjum hér inni að það er búið að vera samtal, það er búið að vera ítrekað samtal, það er búið að vera í samræðum að þá hefur maður upplifað ákveðna hluti, lagt það fram og fengið bágt fyrir
að bara ætla sér það að þarna til dæmis að það væri verið að fara fram í ítrustu kröfur og auðvitað væri fólk tilbúið til samtals og samráðs og mann fær alltaf fram í ítrustu kröfur en síðan væri það bara rætt. Og hvað gerist svo? Það er bara alls ekkert þannig. Og ég man að þið sátu þann fund þar sem að undirrituð hér, svo sem hér stendur, fékk gusuna yfir sig fyrir það að halda það að fólk væri bara að ætlast til þess að það væri ekki hægt að ná samtali. Síðan er búið að reyna að eiga samtal og sumir bara hafa einhvern veginn ekki verið meðvitaðir í þessu samtali. Það minnir mann á ýmislegt sem er í gangi varðandi hálendisþjóðgarð, svo ég bara segi það sem er býr í brjósti akkurat undir þessu að það er tveir aðilar reyna að tala saman og annar upplifir ekki að þessi samtali í gangi. Þannig að ég held að bara fara að breyta út frá því sem óskað er eftir, óskinni sem liggur fyrir bæði það sem átt að koma já eða nei svar. Svarið sem við heldum að væri já var ekki nógu skýrt af því að það var með leiðbeiningu, það er óskað ítrekað eftir svari, nú er verið að svara já og fara þá að fresta því að því að það kemur hugmynd, ég er ekki tilbúin í þann dans. Hins vegar fá þessir aðilar náttúrulega sitt svar og ef að þeir kjósa að fara með það á einhvern annan hátt að reyna einhvern dans sem að þá væntanlega þarf að standast lög og reglugerðir og allt annað slíkt, þá bara tökum við það fyrir. En ég bara vera heiðarleg út frá þessu máli og segja það að ég bara get ekki tekið þátt í frestun, ég segi já. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust þetta mál ennþá. Og málið stendur þannig að það var beðið já og eins og ég segi fyrir mánuði síðan fenguð föðulega ábendingu það þyrfti ekki að þetta væri ákveðnar hömlur á þessu en sem okkur var ráðlegt en það var ekki talið nú skýrt þannig að nú er það jáið og það verið spilað eftir þessum greinum 150.500 reglugerð síðan 2013 sem segir ákveðnar hluti. Meðal annars segir hún að það sé hægt að fara í rafræna kosningu sem þau þá geta gert og svo sem hefur víða verið gert. Þannig að það er ekkert sem bannar það og svo geta þau gengið í hús með þeim sóttvarnareglum eða hvernig með sínar grímur og hanska og allt það. Samkvæmt reglugerðinni þá hafa þau hálfan mánuð til að byrja undirskriftasöfnuð frá því sem við samþykkjum þetta og þau hafa svo mánuð til að safna undirskriftum. Þau eru búin að fá þá núna 4 vikur núna síðan að við sögðum jáið sem er eiginlega ekki gilt, þannig að það þau hljóta að vera búin að vera í undirbúningi að hitt jáið var nú nokkuð skýrt. En hvað það? Málið stendur hér, ætluðu að verða við þessum beiðni að fara að safna undirskriftum og leikregluna verða eins og fyrr segir eftir 155. grein 2013 atkvæðagreiðslu undirskriftasöfnun. Og orðið er ennlaust þetta mál. En þá spyr ég bara þeir sem eru samþykkir því að heimila undirskriftasöfnun gjöru svo vel að rétt upp hönd. Það eru hér 6 greiða atkvæði með því að heimila þessu undirskriftasöfnun sem beðið er Er einhver á móti? Sæmundur gjörðu svo vel. Við hljótum að leyfa það. Forseti, góði fundarmenn, ég ætla að fá að sitja hjá í þessari afgreiðslu af því að ég finnst erfitt að samþykkja undirskriftasöfnunina með þessum tímamörkum út af COVID ástandinu, eins og kemur fram í erindinu. Mér finnst erfitt að segja já og múlbinda verkferlið eins og við erum að gera, þá gerir ég ráð fyrir í bókun með þessu. Þannig að ég ætla að fá að sitja hjá við þessa afgreiðslu. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. En eins og fyrr segir, þá var beðið þetta einfalda já eða nei og það eru 6 hér búin að segja já við þessu og Sæmundur situr hjá. 25. mál á dagskrá held ég sé rétt hjá mér, skýrsla bæjarstjóra.
Gjörðu svo vel, Matthildur. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér var svo mikið við þessu umræðu, ég bara gleymd að undirbúa mig fyrir þennan lið. Ég er opna skjali hérna. Tegur allt sinn tíma. Jæja, þá hefst lesturinn. Í mánuðinum hefur verið tiltölulega fyrirferðarmikil skipulagsvinna í Skaftafelli, en Vatnajökulsþjóðgarður vinnur nú að gerð nýs deiliskipulags fyrir Skaftafell. Undanfarinn mánuð hafa verið haldnir fundir með ýmsum hagsmunaaðilum, ferðaþjónustuaðilum, svæðisráði, viðbragðsaðilum, sveitarstjórn og fleirum, og ég hef setið nokkra slíka fundi. Þar sem stendur kannski upp úr er að hversu áhugavert er að sjá öll þau misjöfnu sjónarmið sem gilda skipulagi í Skaftafelli og fer það mikið til eftir hagsmunum hverju sinni. En skipulagsferli er á byrjunarstigi og mun það taka nokkuð tíma. Gerum ráð fyrir að það taki allt næsta ár. En þörf vinna engu að síður og mikilvægt að það sé mörkuð stefna ákveðna hluti í þjóðgarðinum eins og í Skaftafelli sem snúa meðal annars að starfsmanna húsnæði og staðsetningu fyrirtækja innan þjóðgarðs. Ársfundur Jöfnunarsjóðs var haldinn rafrænt líkt og aðrir fundir og ráðstefnur þetta árið. Ég var beðin að vera með erindi á ársfundi Jöfnunarsjóðs í ár og erindi fjallaði þær áskoranir sem sveitarfélagið stendur frammi fyrir í tengslu við COVID-19 faraldurinn og þá fækkun ferðamanna sem því hefur fylgt. Tekjusamdráttur hefur átt sér stað og ekki síst vegna lækkunar á framlögum Jöfnunarsjóðs. Á fundunum var farið yfir stöðu sjóðsins og þær aðgerðir sem ríkið hefur beitt til að sporna við lækkun framlaga. Með samvinnu sveitarstjórnarráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur tekist að sporna við hluta þeirra lækkunar sem áætlað var á framlög sjóðsins. Sama gildir framlög næsta árs. Þau munu ekki dragast eins mikið saman á áætlað var, enda ætti hlutverk sjóðsins að vera að draga úr tekjusveiflum sveitarfélaga með jöfnunarframlagi og sér í lagi þegar kreppir að. Ég sat einnig rafrænt hafnarsambandsþing. Það var haldið nú í nóvember en það átti að halda það síðastliðið vor en frestaðist eins og ýmislegt annað. Þingið stendur vanalega yfir í 2 daga en í þetta skipti tók það aðeins dagpart. Kosin var ný stjórn þar sem að nýr formaður var kjörinn en fráfarandi formaður Gísli Gíslason lét af störfum við starfslok hjá Faxaflóahöfnum og Lúðvík Geirsson hafnarstjóri í Hafnarfirði var kjörinn nýr formaður. Stjórn Samtaka sjávarútvegsfélaga, þar var haldinn ársfundur. Það færðust allir vorfundir fram á haustið eða allir fundir á haustið, en einhvern veginn allt mikið fundarstand búið að vera. En sveitarfélag er aðila að samtökum sjávarútvegssveitarfélaga ásamt öðrum sveitarfélögum sem hafa hag af sjávarútvegi í landinu. Ársfundurinn, ég tók ákvörðun að bjóða mig fram í stjórn að þessu sinni og hlaut kjör. Fyrstu fundur stjórnar hefur nú verið haldinn en í kjölfar COVID munu einfaldara að bjóða sig fram í stjórnarstörf af þessu tagi, þar sem ferðalögum hefur fækkað leið og fundir hafa fest á neti. Áfangastaðar áætlun Markaðsstofu Suðurlands, það var haldinn stefnumótunarfundur nú á dögunum á vegum Markaðsstofunnar, þar sem við fengum kynningu frá nokkrum verkefni sem unnin hafa verið í tengslu við áfangastaðaáætlunina eða í tengslum við ferðamál almennt. Árdís Erna Halldórsdóttir, atvinnu- og ferðamálafulltrúi hér í sveitarfélaginu, flutti þar meðal annars erindi tengt okkar svæði. Í kjölfar erinda var farið í stefnumótunarvinnu en nokkur ár eru síðan áfangastaðaáætlun var gerð og því kominn tíma á uppfærslu. Notast var við skemmtilegt forrit við vinnuna sem gerði hana líflegri og vonandi árangursríka. Markaðsstofa Suðurlands muni í kjölfari vinnu úr gögnunum og kynna uppfæra áfangastaðaáætlun fyrir Suðurland. Það var haldið hér málþing stöðu ferðaþjónustu í tengslu við COVID en Rannsóknasetur Háskóla Íslands og sveitarfélag á Hornafirði stóð fyrir rafrænu málþingi þar sem rannsakendurnir Arndís Ósk Magnúsdóttir og Hafdís Lára Sigurðardóttir kynntu niðurstöður rannsóknar sem þær unnu í sumar í samstarfi sveitarfélagsins Rannsóknaseturs HÍ og Vinnumálastofnunar.
Jafnframt flutti Árdís Erna Halldórsdóttir atvinnu- og ferðamálafulltrúi erindi stöðu ferðaþjónustunnar á Hornafirði og þær Hildur Ýr Ómarsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar, og Eik Aradóttir, nýr verkefnastjóri virkniúrræðis, fjölluðu stöðu erlendra íbúa í sveitarfélaginu. Afar áhugaverðar niðurstöður komu fram í verkefnunum þessara háskólanema, en annað erindi fjallaði réttindastöðu og réttindavitund starfsmanna af erlendum uppruna í ferðaþjónustunni og hitt erindi fjallaði áhrif COVID á fyrirtæki í ferðaþjónustu. Þess má geta að á rannsóknartímanum yfir hásumarið var mikið af ferðamönnum á svæðinu og því mikið að gera. Ekki var þá vitað seinni bylgju faraldursins sem skullu á með haustinu og svörin kannski hefðu breyst ef rannsókn hefði verið gerð aftur. En það skemmtilegt að sjá allar þær afurðir sem spruttu af átaksverkefnum sveitarfélagsins og Vinnumálastofnunar síðasta sumar. Það einnig mikilvægt að geta ráðið inn ungt fólk í námi sem kynnist hinum ýmsu hliðum samfélagsins með því að taka þátt í svona verkefni. Hönnun hjúkrunarheimilis. Ég hef setið nokkra byggingafundi nú í nóvember. Verkefni hefur verið nokkuð þögult svona miðbik ársins, en nú liggur fyrir loka hönnun, en við fengum að rýna þá hönnun ásamt notendum byggingarinnar nú í vikunni. Næsta skref er þá að hönnuðir lagfæra þær út frá þeim athugasemdum sem bárust og þá þarf að uppfæra hönnun með við athugasemdirnar og í kjölfarið bjóða út verkið. Áætlað er að bjóða verkið út í janúar, svo framkvæmdir geta hafist vonandi í mars. Þetta ferli tekur allt tíma og mögulega má gæta áhrifa í þessu eins og svo mörgu öðru. Það sér þó fyrir endan á hönnunarferlinu og styttist í fyrstu skóflustunguna. Við skulum hafa það hugfast. Enn og aftur samninga rekstur hjúkrunarheimilis. Og ég er eflaust að endurtaka sumt hér sem var sagt hér áður. En málefni hjúkrunarheimilis hafa verið til umræðu allt árið og nú styttist í lok samningstíma. Það hefur mikill tími farið í viðræði við SÍ rekstur hjúkrunarheimilis undanfarinn mánuð. Bæjarráðið þótti nauðsynlegt að kanna til hlítar hvort ásættanlegir samningar myndu nást á milli aðila og var boðað að fundi með ráðuneytisstjóra í heilbrigðisráðuneytinu og forstjóra SÍ á miðvikudag í síðustu viku. Það liggur nú fyrir miðað við þær forsendur sem okkur hafa verið gefnar verður ekki samið áframhald. Sveitarfélagið þarf að taka á sig miklar fjárhagslegar skuldbindingar vegna viðvarandi hallareksturs sem ekki verður unað við enda skylduverkefni ríkisins að ræða. Önnur sveitarfélög eru nú í sömu sporum og við, það er Vestmannaeyjar, Akureyri og Fjarðabyggð. Svipaður gangur í samningaviðræðum hjá þeim við SÍ. Við höfum kosið að vera samstiga í þessu máli og njóta leiðsagnar Sambands íslenskra sveitarfélaga og munum við funda á morgun föstudag þessi mál. Í umræðinni hefur verið að framlengja samninginn 3 mánuði enda tíminn knappur, en miðað við óbreyttar forsendur myndi það leiða til 35 milljóna króna hallarekstur að þeim 3 mánuðum loknum. Og af ýmsum málum má nefna að endurskoðun sveitarfélagsins er nú að hefjast. Við rétt náum að klára fjárhagsáætlun þegar endurskoðun hefst, en vinnan hefst yfirleitt á fundum bæði varðandi endurskoðun, stjórnsýsluþátta og einnig á endurskoðun fjármála. Þessum fundum er nú lokið og nú hefst gagnavinnsla sem liggur mest á herðum starfsmanna fjármálasviðs og endurskoðenda KPMG. Samhliða þessu er gerð stjórnsýsluúttekt sem snýr að ferlum stjórnsýslunar. Þeirri úttekt er lokið og nær engar athugasemdir væntanlega gerðar. Við höfum eftir að fá þá skýrslu í hendurnar. Ég satt fund með Eyrúnu og Sigri í menningarmiðstöðina ásamt Þorbjörgu og Hala á Þorbergssetri, þar sem við ræddum samstarfsverkefni menningarmiðstöðurinnar og Þorbergsseturs eyðibýli og búsetuminjar í sveitarfélaginu. En síðasta sumar var ráðinn starfsmaður í gegnum styrk Vinnumálastofnunar til að stunda rannsóknir með Þorbjörgu og Sigri. Náðu þær að kortleggja búsetuminjar í nær allri Suðursveit og eru nú að vinna úr gögnunum. Og í vinnslu er að setja upp heimasíðu sem haldi utan verkefnið þannig að afurðir þess verði aðgengilegar öllum. Í kjölfarið þarf að halda áfram kortlegningu sveitarfélagsins en einhver gögn eru til víða sveitarfélagi sem gagnast í þeirri vinnu. Einnig þarf að leita upplýsinga hjá íbúum sem mögulega þekkja sögu búsetu í sveitum. Í gær
fengum við fund með Þórdísi Kolbrúnu, ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar. Þar ræddum við málefni nýsköpunarmiðstöðvar og þau tækifæri sem felast í breytingum hjá stofnuninni. Víða í dreifbýlinu eru tækifæri til að vinna að nýsköpunarverkefnum og eru kjöraðstæður hér á Hortnafirði með því samstarfi sem er til staðar í Nýheimum þekkingarsetri. Sveitarfélagið fékk þar góðu fréttir á fundunum að menntamálaráðuneytið og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið vilja gera samning við sveitarfélagið aðkomu þeirra að rekstri stafrænnar smiðju, FabLab. Við eigum því von á að ríkið styrki þá starfsemi með föstu fjárframlagi næstu 3 árin. Á fundunum voru einnig rædd orkumál í tengslum við uppbyggingu hitaveitu í sveitarfélaginu, erindi sem FAS sendi til ráðuneytisins og einnig þá áherslu sýslumannsins á Suðurlandi og sveitarfélagsins að styrkja skrifstofu sýslumanns á Hortnafirði með fjölgun verkefna og þar með fjölgun stöðugilda. Ráðherra tók vel í erindin sem rædd voru og bindum við vonir gott samstarf í framhaldinu. Nú styttist í jólin og vil ég hvetja íbúa til að fylgja þeim sóttvarnareglum sem stjórnvöld setja okkur. Það er margt sem íbúar eru ósáttir við en að baki þessum aðgerðum liggur mikil rannsóknarvinna starfsmanna almannavarna og rakningateymis. Það er hræðsla við að önnur bylgja fara af stað í kjölfar jólahátíðar en í janúar, febrúar verður vonandi hægt að hefja bólusetningar og þá færist líf landsmanna nær því sem eðlilegt getur talist. Ég vil því hvetja íbúa til að virða sóttvarnareglur þó svo að smit séu ekki hér í samfélaginu okkar og einnig hvetja gesti sem koma til Hortnafjarðar að fara mjög varlega fyrstu dagana til að forðast útbreiðslu smita. Takk fyrir. Takk þér fyrir þetta, Matthildur. Nú verður gert hlé á fundinum að farið verður yfir fundagerðir.